Í þessu myndbandi ætla ég að sýna helstu hluti sem hægt er að gera þegar þú skráir þig inn með SmartNetphone reikningum þínum. Ég er komin inn á smartnetphone.is og ýti hérna þá innskráning og þá þarf ég að setja inn hérna notendanafn og svo lykilorð og ýti svo hérna á innskráttaka. Já, fyrstu síðurinn sem kemur upp að þá er listi við síðustu símtöl og það er bara búið að hringja eitt símtal á þessu reikningi og síðasta símtalið kemur alltaf efst og svo getum við sett tíman hérna hvenær hringt er, dagsetningu og tíma, destination, það er hvert hringt var og þarna stendur UK test number, þetta er svona pröfunúmer í Bretlandi, svo hérna verðið 2,5 eða 2,50 kr, hvaða númer var hringt í, lengd símtal sem var 3 mínútur og 31 sekúnda og amount eða verð á símtalinu sem var 8,79 kr. Svo þetta var fyrir, rúmlega 3,5 mínútu og það þykir nú gott að hringja innanlands á Íslandi fyrir undir 10 kr. á mínútu, svo það sést þarna að það er mjög ódýrt að hringja erlendis með okkar kerfi. Við sjáum að viðmótið er hér allt á ensku en við vonumst fljótlega til að þetta verði allt á íslensku hjá okkur. Við sjáum hérna, welcome, það kemur reikningsnúmerið sem er 752897, your balance is 991,21, þetta er bara staðan á reikningnum og status aktív sem að því bara þessi reikningur er virkur. En nú ætla ég að fara yfir hérna hlekkina hérna og byrja á þessum lengst til hægri, svona buy credit. Já, við sjáum hérna recharge amount USD sem er bandaríkja dollara. Þessi hlekkur er eingöngu notaður fyrir okkar viðskiptavinni sem er erlendis og eru með reikninga frá okkur í bandaríkja dollarum. Íslendingar sem eru með reikninga í íslensku krónum, þeir bæta við inneign og reikningin á annan máta. Ég ætla næst íta hérna á balance transfer. Þessi hlekkur er notaður að það er hægt að færa pening á milli reikninga. Og þá var hægt að setja hérna reikningsnúmer sem myndi vilja að millifæra pening á og velja uppað, til dæmis ef það er 500 kr, þá myndir setja 500 hérna og svo myndir þurfa að setja lykilorðið þitt í þennan dag og ýta svo hérna á transfer og þá myndi millifærast frá þínu reikningi 500 yfir á hinn reikningi. Ég ætla að ýta þetta næst á recharge history og hérna sjáum við eina færslu og það var sett 1000 kr inn á þennan reikning 21. júlí 2013. En það er unni þegar reikningurinn er stofnaður. Og ef að myndi vera bætt við inneign á þennan reikning, þá myndi það bætast við hérna undir recharge history. Ef ég ýti núna hérna á call history, þá er hérna komin inn á sömu síðu og birtist upphafi. Svo ég ætla að ýta hérna næst á síðasta hlekkin hérna my profile. Hérna getur þú breytt lykilorðið hjá þér, ef að þú vilt breyta lykilorð á reikningunni hjá þér. Þá myndir þú þurfa að setja lykilorðin hérna í þennan dag, password, og setja aftur inn hérna til að staðfesta það. Og svo myndir þú fara neðst á síðu hérna og ýta á update profile til að vista breytingarnar á lykilorðinu. En vinsælast atriðið það ef þið breytir lykilorðið hérna á reikningunum ykkar og eru þeim búin að setja forritið inn í farsíma hjá okkur, þá myndu þau þurfa líka að uppfæra lykilorðið þar. Hérna sjáum við caller ID og það eru dálkar hérna fyrir það. En þetta er eingöngu notað þegar verið að nota íslenska innhringinúmer hjá okkur. Og við mælum með að þeir sem eru með innhringinúmer hjá okkur að þeir horfa á myndband það. Og þá var þetta úrskýrt hvernig þetta er notað. Svo sjáum við líka hérna call forwarding configuration. En þetta er eingöngu notað þegar að verið að nota íslensk flökkusímanúmer hjá okkur. Og það er úrskýrt í myndbandi það. Svo er hægt að setja hérna contact information, billing contact, en það er hérna algjör óþarfur að fylla þetta út. Ég vil láta þetta duga núna, en við mælum að skoða myndbönd til dæmis innhringinúmer hjá okkur og aðra þjónustumöguleika. Takk fyrir.